Við höfum gleraugun á núna ekki, en það glampar á þau. Þá tökum við þau af og niður og setjum þau til hliðar. Við viljum helst ekki að glampi á og ef glampar á, þá bara verðum við að gera eitthvað ráðstafanir. Það má leysa öll mál og við hérna erum sérfræðingar í að leysa mál, bæði stór og smá. En við erum svo sem ekkert einu það. Við mörg hver erum nú nokkuð slungin við að leysa mál, sérstaklega annarra. En gengur kannski ekki alltaf eins vel með okkar eigin mál, sem oft eru nú upp í loft. Ef við á harða laupum við að redda öðrum, með okkar mál enn upp í háa loft. Svona er nú mannskepnan einkennileg. Er þetta ekki einkennilegt að menn, konur og já, við öll, séu svona rosalega fús, oft á tíðum, til þess að fást við annarra manna mál, gefa ráð inn í annarra manna mál, en vera með allt hjá okkur upp í loft. Af hverju ekki að setjast nú aðeins á þetta og athuga sinn gang og koma skikki á það sem er upp í loft og svona að fara að huga svolítið að þessu. Finnst okkur ekki vera komin tími til að fara að með þeim hætti? Ég er alveg viss að drottinn okkar Jesús Kristur, hann vill að þetta sé með þessum hætti. Ég held að hann segi og hvetur mig til þess að laga til fyrst í kringu sig og athuga svo hvort ekki megi hjálpa eitthvað öðrum. Hann segir svo sem orð inn í þessa hugsun, við munum eftir þessum til að mynda, takk fyrst bjálkan úr auga þínu og þá sérðu glöggt til þess að draga flísina úr auga náungans. En við erum ekki til því að draga bjálkan, fjarlægja bjálkan úr eigin auga, en á harða hlaupum við að segja náunganum til, redda náunganum fyrir horn, en hjá okkur er allt upp í loft. Svona er nú maðurinn. Og hver skilur þetta blessaða mannshjarta? Hver treystir sér til þess að leggja skilning á það með einhvern svona sem við getum sagt alvöru skilningi? Það er svo margt í okkar fari sem að við getum sagt svo margt haft svo margar skoðanir á og gert með alveg fullum sannindum og heilindum. Og hvers vegna spyrja menn sig ekki að því til að mynda? Hvers vegna, ég segi það bara vil ég frekar einhenda mér í vandamál annara og leysa þau, en horfast í augu við mín eigin vandamál sem að hlýtur að þurfa að leysast fyrst áður en ég er fær að leysa annara vanda. Það er allt upp í loft. Ég ranni þessa garms. Þetta er eitthvað sem að trúin vill gefa okkur skilning á. Þegar maður sem gengur með Jesú ætti að hafa lært það og lærir
það ef hann gefur bara Kristi færi á að kenna sér þessa lexíu. Hann færa nú líf sitt í gott lag, hætti að ljúga og svoleiðis, það ekki ágætis byrjun. Og þá erum við alveg ágætlega klári í að leiðbeina öðrum. Ekki halda það, minn kæri vinur og vinkona, að þú getur blekkt annað fólk. Ekki halda það að menn veit ekki neitt þitt líf. Ekki svo að skilja að menn sé eitthvað að njósna þig. Það ekki málið. En við sem þekkjumst þokkalega vel og hefum umgengist hvort annað í mörg ár, segir það eins og oft er. Þetta vitum við helling hvort annað. Við vitum alveg svona í grunninn hvað við erum að fást við. Við vitum margt meira að segja þangan, verkin okkar og svo framvegis. Og við sjáum að hjá sumum er bara allt upp í loft. En þetta fólk samt að kannski mjög upptekið við að leiðbeina öðrum. Drottinn segir það fyrir munn Páls. Þú sem treystið til þess að vera kennari annarra, hví kennir þú ekki sjálfum þér? Þú segir ekki skuli stela, en rænir þú helgidóma? Og svo framvegis. Var ekki Páll annars sem sagði, var þetta einhver annar meistari Nýja testamentisins? Það getur verið að þetta hafi verið einhver annar. Gæti þetta ekki að verið ég man ekki hvað það heita. Sá sem talaði að skipin svo hörð væri stýrt af litlu stýri, en tunguna, enginn maður getur stýrt né stjórnað tungunni. Hver var það aftur? Ég þarf að muna þetta, þú ert með þetta alveg á hreinu. Hvað segirðu? Já, hann? Hei. En svona nú Guð. Hann alveg til í að slá á létta strengi. Hann alveg til í að vera með stílinn sinn, fyndinn, og texta nú stundum bara nokkuð vel. Hann hefur ekkert á móti því að menn sem heyra ræðu hans hlægi nú svolítið, skelli jafnvel upp og slá að læra sér að finni til utan því að vera manneskja. Og Drottinn ekkert að reyna að breyta manneskjunni, þannig séð. Hann vill að breyta manneskjunni og einkum og sérlagi frá því að gera þvælu og bull og vera vond manneskja yfir í það að vera góð manneskja sem keppir eftir því að gera það sem er rétt. En hann hefur ekkert á móti því að við göndumstum svolítið og hlægjum svolítið og skellum okkur jafnvel á lær. Okkur finnst það svo fyndið. Ekkert af þessu. Drottinn talar það að í húsi sínu skuli vera, fögnuður og gleði. Og hvað er fögnuður og gleði? Hvílusvipur á öllum andlitum. Graf alvarleiki á öllum andlitum. Hann á alveg við stundum. En stundum á hann bara ekkert við. Og þá kemur bara skelliláturinn og kátínan fram. Það má líka. Og þetta erum við svo sem að sjá í ræðum mann og kvenna oft á tíðum, og því oft sumir predikarar eru býsna fyndnir. Og það er bara allt í lagi. Þó að menn séu býsna fyndnir, menn og konur séu býsna fyndnir og valdi hlátrum í sal, þá er ræðan enga síður smurð Guðs orði, smurð Guðs vilja. Ég get sagt sögu af þessu, ég hef nú ekki verið mikið að predika og í raun hef ég ekkert mikið náa fyrir því. Svona frammi fyrir árund, ég nenni því ekki. Og
ég var einu sinni að predika og ég kem fram og svo eftir smá tíma þá voru allir að hlæja. Ég var bara að tala, kannski sagði ég eitthvað fyndi óvart svona, var ekkert að reyna að vera fyndinn. Og svo bara hélt áfram og ég, svo stoppaði á milli og ég hélt áfram að tala og voru allir að hlæja aftur. Og svo kom ég og játa á mig þau afglöpa, ég fór að fjúka í mig, mér fannst þetta bara dónaskapur. Allt í lagi með það, svo allt í einu fór ég að hugsa það, já nú fyrst ég svona fyndinn, þá skal ég bara vera fyndinn. Og ég fór að gera eitthvað frá sjálfum mér, þá hló enginn. Og þá fattaði ég það að Guð var að koma svona smá lífi í fólki. Kannski var þessi söfnuður svolítið þreyttur, lúinn og dapur. Og þá fattaði ég það að þetta var einmitt það sem Drottinn vildi ná fram í þessu söfnuði. Og ég sagði bara, ok, Drottinn, þú bara hefur þetta eins og þú vilt og ég bara gaf þetta frá mér og hann talaði og þá voru allir að hlæja aftur. Og svona bara gekk ræðan. Ég man ekkert hvað hann var, þetta skipti þetta ekki máli. En ég sá á einhvern stað að Drottinn var að kveikja svona gleði í hópinn. Ég veit ekkert hvort að þetta hafi viðhaldist, það er ekkert mitt mál að pæla neitt í því, Drottinn bara sér sig. En ég man alltaf eftir því að fauka aðeins í mig og það hefur hneykslað suma, ég hef nú sagt frá þessu áður sko. Menn hafa alveg bara breytt svip þegar maður segir þetta. Það fór ekki í mann á sviðinu undir orði Guðs. En maður er þetta bara mannlegur. Þegar kemur svona óvænt á mann og maður ekki vona á þess og getur alveg farið út í það að maður bara fjúk í mann. En það varði bara örstutta stund. Eins og ég var líka að segja á það, nú því ég svona fyndin, þá skulle bara vera fyndin og byrja að segja brandara, þá hló enginn. Þá sá ég Guð í verkinu. Það breytti öllu. Þannig ég kastaði bara fyndna stráknum til hliðar og hélt bara áfram frá sem frá var horfið og þá byrjaði hláturinn aftur. Það var svolítið merkilegt. Og merkilegast af öllum merkilegu var í raun það að Drottinn í raun útskýrði þetta fyrir. Maður sá náttúrulega að fauk í kallinn og það var svolítið svona grimmur á svipinn. En það allt saman réttlaðist af þegar ég fekk svarið. Þetta segir manni það að Drottinn er með og hann útskýrir. Hann var að setja mig fram til þess að tala eitthvað ákveðið við söfnuðinn. Eins og hann sagði við mig, ég ætla aðeins að hleypa lífi í hennar söfnuð, ég ætla aðeins að gefa þeim svona smá hlátur úr kátinu. Og hann notaði þennan til þess. Ég veit það ekki, kannski voru ekki aðrir færir það. En það er nú eitt lærir maður nú af þessu, og margt þetta, að það farðu bara og gerðu það sem Guð er að bjóða þér. Það er engin minnkun fyrir þig með neitt sem Drottinn hefur boðið þér. Ef þú bara gerir það og gerðu það. Vertu ekkert að pæla í neinu öðru. Nú ef það fíkur í þig, eins og gerði ég á mér, yfir einhverju viðtökum, og þá bara er það svo. En vittu til, Drottinn sendi þig þangað til að segja einhvað, láttu það bara duga og segðu það. Stigðu svo niður og eða yfirgefðu svæðið eða bara sestu og kláraðu samkomuna með fólkinu. Ég gerði það nú, geri það nú vanlega. En þetta að tala frammi fyrir fólki, ég veit það, ég er ekkert að biðja neitt það og í raun og veru að það leiðist mér að standa frammi fyrir fólki og tala. Ég finnst það ekki vera það sem ég á að gera. Ég elska það að vera hérna þar sem ég er núna og tala út orð Guðs til mann og kvenna sem eru að eltast við þetta og af hverju ekki að sinna því bara og reyna að gera það vel. Fullt af fólki sem talar á sviðinu og í púlti fyrir fram að fólk, leyfum því bara að vera þar.
Þetta þeirra hlutverk og þau valda því mjög vel. En svona nú mín afstaða stundum einkennileg. En það breytir ekki því að þessi maður elskar Jesús og þú sem þekkir til hans veist að þar fer sannleikurinn sjálfur, talar sannleikurinn sjálfur. Og þessi einstaklingur hefur vaxið í sinni trú og vaxið mikið í sinni trú, vaxið daglega í sinni trú og ofan á allt það hann að grennast alveg helling. Og þú sér það nú. Og ég sáttu við það. Og ákveðin í því að halda þessari vegferð áfram og ná fara nú ekki að safna mikið að spiki allavega. Og vitið það, að þið verið þekktir að fara inn í annað þetta. Og vitið það, veistu hvað vantar hjá okkur lestum? Hugafærið. Að það breytist. Og þú sér að ég orðinn grannur og uppbyndi það að vera fallegur. Af já, ok, ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta. Uppbyndi það að vera fallegur. Og Drottinn hefur gefið mig hugafar sem ég þekki orðið og ég segi, þetta verður ekkert mál. Það segir ekkert mál. Át og vaglið þitt. Það er nefnilega málið að þegar þú ert búinn að reyna Guð með þessum hætti, þá þekkjur hugafærið sem er komið og þú segir, ekkert mál. Þetta er sama hugafar sem ég finna er komið núna og ég fekk þegar ég var að tók ákvörðun að losa mig skuldirnar. Og ég sagði, 5 ár, ekkert mál. Og ég segi núna, að grenna sig að það, ekkert mál. Hugarfærið sem þetta er komið, og hvað meira, að verkefnið verður bara átakalaust. Þannig var það með skuldirnar, sem að kveikir ekki brosvipru hjá þér vegna þess að þú ert alltaf á sama stað með þínar skuldir. Og líklega verður áfram í þessu basli með þínar skuldir að því að Drottinn hefur ekki enn gefið þér þetta hugarfar. Vitið þið það? Við erum svo háð lifandi Guði. Hann gefur hugarfarið. Hann gaf mér hugarfar sem að sagði mér 5 ár ekki neitt. 5 ár var ég skuldlaus og núna er þetta hugarfar komið aftur með sinni rósemd. Það er alveg merkilegt með það að fylgir þessu rósemd. Og ég segi, ég reyndi ekkert að hugsa það, ég veit bara að ég held áfram að grennast niður í einhverja kjörþyngd. Átakalaust. Það er bara hægt að gera þetta átakalaust. En þú gerir það ekki nema Drottinn kom inn í þetta. Hann byrjar á byrjunni, eins og vorum að tala hann byrjar á því að breyta hugafærinu. Og nú bindur á sjálfa þig. Það er ekkert mál að benda á þessi, það er nú að fara að breyta hugafærinu sínum ekkert að maður glúður í honum. En það er ekkert að tala það. Hugafæri breytist hjá mér að því að Drottinn snart mig. Trúir þessu? Þú fannst ekki ykkur bara svaka bylgju koma yfir þig? Nei. Þú bara segir, hei, það er eitthvað breyst hjá mér. Og svo sér það þessi breyting og þú segir, isma, þetta verður ekkert mál. Ég er með þetta hugafar núna, kom með þetta núna aftur, sem ég hafði þegar ég gekk út úr skuldunum. Átakalaust, í friði við allt og alla. Sannfærður að þessu leiki, og þetta er í gangi í dag. Hugafar. Hugafarsbreyting sem gerir að verkum að gangan að þessu leyti verður létt. Og ég er mjög sáttur við að þessi ganga er uppi. Var ekki að éta eins og svín á hverjum degi. Heldur maður líka að breyta mataræðinu.
Ég reyndar svona, það gengur nú kannski aðeins hægar en maður svo vanur á hinu og það tekur auðvitað tíma. Og mataræðið þannig, maður reynir svona að borða svona 2 á dag. Ekki bara gleypa í sig á kvöldinu sem ég gerði alltaf. En ég svona að reyna að venja mig á það að fá mér eitthvað svona í hádeginu eða á morgnana nú bara fínt, en ég nú reyndar ekki komið svo langt, en ég nú alltaf komið samt fram úr klukkan 8 á morgnana. Svo ég gerði aftur grænan og öfund sem sefur alltaf fram á hádegi. Og þetta hluti af því að takast á við þetta, en það átakalaust. Guð með. Og allt saman í friði og spekt. Hugarfarið komið. Og það má alveg gefa þessu tíma bara til þess að vinna sín verk. Og það einmitt það sem ég hef lært, sem ég hef reynslu af hinu verkefninu. Svo merkilegt með þetta, að ég finn þetta hugafar sem ég hafði þar komið að þessu leyti og þess vegna segi ég raun kinnroðalaust ég ætla að halda þessu verki áfram. Það var alveg svo með hitt, ég bara var ákveðin í því, ég ætla bara að halda þessu verki áfram. Ég man ekki hvort ég sagði þetta við einhvern, það getur vel verið ég að nefndi þetta við einhvern, en ég nefndi þetta allavega við sjálfan mig. Þetta er merkilegt með þetta hugafar, þessa hugafarsbreytingu og annað, já ekkert í henni. Akkurat ekki neitt í henni nema að Drottinn sá og sér vilja minn til þess að fara þessa vegferð. Já, í sambandi við skuldirnar, þá sá hann vilja minn til þess að fara þessa vegferð og hann gæti þess að ná. Hei, nú hann Konráð minn bara tilbúinn. Og ég ætla svo sannarlega að vera með honum í þessu dæmi og hann var það. Og hann gæti þess vegna að hafa sagt, ég heyrði hann nú reyndar ekki að segja það. Nú hann Konráð minn bara tilbúinn í að breyta hjá sér einhvað mataræðinu. Hann tilbúinn til þess að halda sér allavega ekki feitum með bumbu út í loftið. Ég sakna hennar nú svolítið, hún nú þarna þá, þannig ég kannski fæ að halda eitthvað af henni. Mér sagt að mér líður miklu betur af þessu. En ég veit ekkert það, en ég alveg sáttur við að þessi staða sé komin. Hvort mér líður betur ekki, ég bara veit það ekki. En sumir segja þetta miklu betra svona, þið líður miklu betra svona. En það bara kemur í ljós, það allt til að gera eitthvað sem allavega aðrir haldi að manni líður betur af. Og ef það rétt, þá náttúrulega getur verið að sjá það sjálfur. En það ekki svona pælingi á mér og þetta bara eitthvað sem ég langar bara til að gera. Alveg eins og voru með skuldirna mínar, þá langaði mig bara að reyna til að henda þessu út. Grafa þetta, sökkva þessu eða einhvað. Þetta væri ekkert að bögga mann eitt meira og bögga, þvílíkt sem þetta böggaði mann. Hvernig með þig? Skuldugur fyrir haus. Það að segja mér það að þetta böggið ekki neitt. Áhyggjurnar alveg og fullu annað veið ekki alltaf og sem ekki kemur vegna þessa. Þetta að bögga okkur, minn kæri vinur. En sem sagt, við þekkjum þessi átök manna. Nú tek ég á því og ég svoleiðis skal renni mig og það grennist alveg svoleiðis, það ekki þekkjanlegt. Fólk sem var veltandi í eigin spiki, það kemur alveg svoleiðis tágrænt. Gott mál. En að því að það vantar alla festu, það vantar þetta hugafar sem maður bara sagði mér langar til að gera þetta. Og það algjörlega fullu friðir fyrir þessum orðum og meiningin alveg út í eitt. Og þetta vegferðin. Hún stoppar ekki á þessum stað, það gera hins vegar átökin. Heldur þetta bara vegferð til lengri tíma, þess vegna meðan maðurinn lifir. En átökin eru þannig, þú keyrir þig svoleiðis í gegn maður og ég veit ekki hvað og hvað. Svo hættir átökin. Og veri ísinn
alveg svolítið steikurnar og tekur aftur á diskinn og kúvar hann. Svo eftir einhver tíma, árið eða 2, þá bara passar ekkert í nein föt sem þú varst í og með þú varst grannur og grönn. Það allt komið á sama stað. Þetta líka saga allt og margra. Átökin, menn átta sig aldrei á því að átökin náttúrulega stórkostleg gjöf í sjálfu sér. En átökin, þeim líkur ekkert. Leið og þú ferð að slaka á minn elskaði vinur, þá bara komið í sama farið mjög fljótt, já. Þú ferð aftur að glíma við offitu. Tökum dæmið á, að dæmið sé tekið. Hugarfarið þarf að breytast. Það get ég fullyrt með 100% vissu að hugarfarið þarf að breytast. Hugarfarið sem að þú tókst ákvörðun að vilja fara, og það það sem ég að tala hér, sambandið mig, að því fylgir stakasta ró. Og þú veist að þetta bara vegferð sem þú ætlar að vinna á hverjum tíma og gera á hverjum tíma, svo einhvern veginn, furðufljótt, bara kemur einhver vissa upp í hjartaðinu að þetta eitthvað sem að þú þarft að, eða bara munir bara vera undir. Ekki svo að skilja gömlu fötin, þau verður nú aftur passileg. Ég held að gangi nú ekki svo langt. En Ístran, fallega Ístran mín, stoltið mitt til áratuga, hún orðin bara ósköp vesældarlega, hún þarna samt. Ég alveg satt við það, hún má nú ekki alveg fara. Maður má nú ekki týna öllum sjarma. Ég var mjög ánægður með nærbólinn minn, sem var nú, hann reyndar var alltaf svolítið stór, en núna pokar hann utan á mér. Það finnst mér skemmtilegt að sjá. Og hann að vísa alveg hroðalega ljótur utan á manni með þessum lagi. En ég verð voða glaður þegar ég sé þetta vegna þess að það bara merkið til mínum að hann nú aðeins grennskallinn. Póka bólur svona til mig svolítið staðfesting og það hvað í gangi. En þetta bara vegna þess að ég á góðan Guð. Góðan Guð sem elskar menn, og það svo merkilegt með Guð. Hann stendur svo með manni. Hann svo tilbúinn að stökkva það sem gott hjá okkur. Og ég veit, og þú veist þetta líka, að hvað var það annað en gott verk fyrir mig skuldaran sjálfan sem var að velta áhyggjum vegna skuldana alveg lengi mörg ár. Þegar komið á þann stað að hann virkilega vill þetta, hann tala átt það kom aldrei að neitt í framgang. En þarna gerðist það að hann vildi það og hann sá að það var komið eitthvað inn sem gæfi honum ró og vegferðin hófst með Guði. Friður og ró átakalaust að öllu leyti. Dagarnir gengu, ismaðu 5 ár ekki neitt og það var þannig. Og eins og ég að segja, þá sama ástand núna í sambandi granna fallega manninn sem þú ert að horfa á, sem á orðið svo stóra nærbóli að þeir póka utan á honum og hann mjög stoltur með það. En yfir þessu Guð. Og segið svo mínir elskuðu vinir að Drottinn taki ekki á verki með okkur þegar hann sér að við viljum framkvæma það sem gott sem gefur okkur betra líf. Ekki endilega það, ég nú ekki reyndar búinn að sjá það ennþá að þó maður grennist aðeins að það gefur mann eitthvað betra líf. En það getur á alveg hyglustu við skuldirnar
sem eru komnar í 100% lag. Það eru náttúrulega farnar og öll mín fjármál í 100% lagi og margir sem til mín þekkja staðfesta þetta. Þetta er heiðarlega gert. Trúirðu því? Ég veit ekki hvað sögurnar segja, en þetta er heiðarlega gert. Þetta er staðfesting að Drottinn lifir. Og hann er með þér í verki, hann elskar það þegar þú velur góð verk að vinna. Hann veit að það mun bæta lífið þitt, gera það betra, gera það innihaldsríkara og það er það sem hann vill. Þessa daga sem við erum á jörðinni. Hann vill að við séum uppréttar manneskjur þessi ár, þessi örfáu ár sem okkur er gefið. Segir enda ritningin á einu stað og kannski fleirum. Þér eruð eins og gufa sem sést skamma stund og er svo horfin. Þannig er með líf mannsins. Og Drottinn mun leggja sig fram það þegar hann sér ákvörðun, hvort sem er mín eða þín, sem hann veit að verður manni til góðs. Hann gefur þér þennan frið sem ég finn varðandi þetta atriði að breyta mataræði og svona halda mér að fara nú ekki að fitness og svín aftur. Maður finnur friðinn fyrir þessu og veit að verkið verður átakalaust af því að maður hefur reynslu af því. Ég tengi þessi tvö mál algjörlega saman. Það er sama uppi núna. Friður og ró. Eins og ég hef oft sagt, þá voru 5 ár ekkert mál í sambandi að keyra út allar skuldir. Og ég segi bara núna líka maður, þetta verður ekkert mál. Hugarfarsbreyting. En náttúrulega orðin grænna öfund því að þetta gengur ekkert hjá þér. Af hverju gengur þetta ekkert hjá þér? Ég hef ekki hugmynd það. Og ég hef engin ráð að gefa þér. En ég aðeins að segja það sem ég hef upplifað og er að upplifa og hef sannfæringu fyrir og ég segi maður, ekkert mál. Ég þakka Guði. Hann er kominn inn í verkið. Hann gerir að verkum að maður getur leyft sér að segja ekkert mál. Og ég meina þetta. Svona ætlar nú þessi ræðan að verða sem hér verður flutt. Og eins og ég er alltaf að segja, þá bara leyfi ég Guði að ráða þessu. Og ég hef þó trú, einföldu trú, að það sem að Drottinn notar sína menn í, gerir gagn. Tali inn í aðstæður og kringumstæður einhverja, kannski bara einnar manneskju. Munið það, við skulum muna það öll, Drottinn dó fyrir eina manneskju. Þannig að hann hlýtur því að sinna einni manneskju og svo framvegis. Við gefumstum ekki upp á Guði, því hann mun ekki gefast upp á þér og okkur. Hann tekur stökk þegar hann sér að ákvarðanir þínar og mínar og okkar séu að hneigjast að einhverju góðu fyrir okkar líf. Nú eru gaman, segir Drottinn. Hann hugsar okkur. Og það er eitthvað persónulegt sem tengist þínu persónulega lífi og þú segir, þegar þú finnur hugaróinni komin, maður, þetta verður ekkert mál. Og þú veist að það verður, veist af hverju, að þú ert í friðnum og þú ert í rónni. Þetta er ekkert að bögga þig neitt.
Þú ætlar bara að ganga með þessu. Og leyfa þessu bara þróast eins og á að þróast og þú veist að það verður gott eitt sem kemur út. Já, alveg eins og var með skuldirnar. Ég vissi alveg að gott eitt kemur út úr þeim. Og þetta var mér aldrei nein byrði. Þetta voru mér aldrei neinar áhyggjur. En ég veit og viðurkenni það að buddan var ekkit rosalega þykk á meðan. En það var nú samt þannig að ég gat alltaf keypt nauðsynja minna. Ég gat rekið minn bíl sem ég átti og búinn að eiga núna í mörg ár, ekki reyndar sama bílinn. Þetta var pakkinn sem var fyrir mig og hann var ekki tekinn frá mér. En eyðsla að öðru leyti, nei, það var því miður ekki hægt. En svo fór það að koma líka. Þegar að skuldirnar voru frá, tók ég það ákvörðun að leggja til hliðar og ég ennþá að leggja til hliðar. Og þannig safnaðist smávegis upphæðir hér og hvar sem urðu nógu mikla til þess að geta keypt sér eitt og annað sem það þurfti. Og það var staðgreitt. Og þetta ennþá í gangi, það safnast og ég get keypt mér eitt og annað svona sem ég þarf þegar ég þarf. Ég ekkert að kaupa neina vitlaus, jú, kannski gerir maður það en það allavega ekki það sem maður ætti að gera. Allt staðgreitt, engar skuldir útistandandi. Nú ertu orðinn aftur grænn í framan, ég bara sé það. Ekki vera grænn í framan, af öfund. Taktu þig bara taki. Segðu við sjálfa þig úr því að þessi gaur gata, þá get ég það líka. Og þetta rétt. Veistu af hverju? Við lútum sama Guði. Hann gerði þetta fyrir þennan einstakling og segðu við sjálfa þig úr því að svo getur hann líka og mun hann líka gera þetta fyrir mig. En ég, segðu það með mér, ég þarf að taka þar ákvarðanir sem að hann sér að ætla að gera mér gott. Þá kemur hann. Það ekkert alltaf sem við erum að taka ákvarðanir sem að gera okkur endilega neitt svo gott. Sumar ákvarðanir sem við tökum, þær skipta í sjálfu sér engum máli, þó væri gaman að geta gert þar. Í sjálfu sér til að mynda utanlandsferð, hún skiptir í sjálfu sér engum máli. En það samt gaman að geta leyft sér að fara í hana. Ég ég reyndar ekki komið svo langt að fara neitt að plana það, en ég á með draumum að fara utanlandsferð. Kannski fer ég til Liverpool aftur, ég veit það ekki. Kannski fer ég bara á einhvert hótel á Sólarströnd. Þá ætla ég að hafa það þannig að þá verður maður á hóteli sem býður allt. Hádegismat, kvöldmat, morgunmat. Það verður allt á staðnum. Og allt hitt sem svona hótel býður. Af hverju ekki? Þegar ég var í Liverpool síðast, það var góð ferð, að maður var alltaf í vandræðum með hvað á maður að borða maður. Mér fannst aldrei vera hægt neitt að fá sér almennilegt að borða þarna. Ég fann aldrei neitt ágætan eitthvað matsölustað sem ég segði að það væri bara frábær matsölustað. Það fannst mér vera svolítið einkennilegt og þetta var eitthvað svona sem þeir mig alveg skoða. Og það eru fleiri en ég sem hafa sagt þetta, mér fann mér aldrei neitt almennilegt að éta þarna. Þetta getur líka fylgt með. Og þeir sem náttúrulega eru bara að elda sjálfur með íbúð eða eitthvað, það er náttúrulega að elda bara sjálfur að kaupa það sem þeir vilja, þá hefur maður ekkert verið að tala um það að maður hefur hvergi fundið sér að éta. Og maður bara elda bara sjálfur sem langaði til að éta því að það var fullt af matur á verslunum þarna og það var mjög ódýr matur að versla í búðunum. Þannig að það var ekki vandinn. Þetta var vandinn sáðu þetta að maður hafði ekki aðstöðu til að elda sjálfur og fann sér hvergi matsölustað sem að manni fjöllgéð erfitt að
að mæta manni þarna var eins og gröfu við ætla að hafa þetta svo flott. En samt svona gekk þetta allt saman ágætlega og ég held meira að segja ekki lagt af þá. Þannig einhvern veginn fékk maður nú í malakútin sinn. En þetta eru svona pælingar daginn og einn, heyri ég, og hefur ekki bara stoppað? Hefur ekki búin að vera nóg og svona? Ég held það nú bara. Ég veit ekkert hvað ég er búin að tala lengi, en Konráð Rúnar Friðriksson kveður og hefur næsta þátt kannski aðeins öðruvísi, ekki annars. Ef Guð vill, leyfum honum bara ráða þess.